Góðan daginn. Það núna bara hádegismatur á mér. Bókin komin. Það mánudagur 3. Febrúar. Og ég ætla að tala aðeins Ningxia áskorunina sem verður í mars. Við ætlum að vera með Ningxia áskorun í mars, endurstillingu. Svona stuðning fyrir þig til að taka aðeins á styrkja heilsuna, styrkja næringun okkar og það er svo margt sem að er búið að sýna fram á að Ningxia gerir fyrir mann. Ég nú bara núna að fara að fá mér að borða kjúklingabauna falafel afgangur. Þetta er alveg ótrúlega spennandi samsetning og yndisleg sko, með kjúklingabauna, eggaldin hummus, ótrúlega góðu, hvað heitir þetta nú, mango chutney, rabarbara chutney í nefnum snæfrir. En ok, drykkurinn, ég ætla að búa til ofurdrykkinn, sko, af því að núna er þetta allt saman, Ningxia Red, Zing, þetta gos. Ég nú ekkert mikið að mæla með að fólk drekki gos og mætti helst bara alveg hætta því og það er þetta að búa til sitt eigið svona gos með engifer og te en af því að þetta ef að fólk vill vera að drekka gos þá er þetta svona mörgu sinnum betra en allt annað gos og já, við skulum bara ekki nefna þau á nöfn af því þau eru sko ekki svo góð, ég vil ekki vera að tala mikið um þau. Svo þetta Nitro sem er með ótrúlega mikið af alls konar vítamínum og næringu. Næringu fyrir heilan, skerpu, mjög mikið af B-vitamínum, það er jóð fyrir skjaldkirtilinn fyrir brennslu og þessi samsetning, þetta er svo sturlað gott. Þetta er svo góður drykkur, þetta var heldur best drykkur sem ég hef á ævinni smakkað. Svo Ningxia, sletta því. Og svo Zing. Og ég ætla bara, skál. Í bókinni er kafli sem heitir Kemísk efnamengun, óþol og detox. Og svona sem ráð er svolítið stuðningur við úthreinsun. Það er svolítið kafli hvað er gott að taka ef maður er með eitthvað svona toxísk einkenni. Og það er kafli hvað er í Ningxia Red. Nei, ekki Ningxia Red, alls ekki. Kafli sem segir okkur svolítið hvað er í úlfaberjunum sem eru úlfaberjaþykni og úlfaberjamauk eru 55% af Ningxia Red og í úlfaberjunum er 3 sinnum meira C-vitamínir í appelsínum, en ríkasta fæða af niacin og thiamin B-vitamínum sem eru mjög mikilvæg fyrir skjaldkirtilinn. Það eru 5 tegundir af A-vitamíni með beta-karotíni, styrkja sjónina og lifrina, meðal annars zeaxanthin og lutein sem þú finnir í öllum bætiefnum sem eru fyrir sjónina. Þau innihalda karotín, meira beta-karotín en spínat og gulrætur, þetta sem sagt, A-vitamínin, ríka zinki, magnesíum, C-vitamíni og taurín amínósýru. Einnig ríka kalki og kalium, potassium og innihalda meira kalium en bananar sem þykja kalium rík fæða. Fjölsykrur fyrir frumuheilsu, fyrir talin góð við síþreytu og þunglyndi, geta dregið úr blóðsykursójafnvægi, afeitra lifrina, hafa góð áhrif á blóðþrýsting og geta minnka líkur á kekkjum blóðsins og minnka bólgur í líkamanum. Þetta eru úlfaberin sem eru meiri parturinn af þessum Ningxia Red. Ef þú vilt fá svona góða næringu, auka orkuna þína, getur verið með í Ningxia endurstillingu áskorun í mars, byrja 1. mars og í vikunni áður verð ég með svona frítt námskeið mataræðið, svona hvað maður getur gert til að
minnka álag á líkamanum með mat. Skál. Njóttu dagsins.